kom inn á þetta ársfjórðungsuppgjör og ársuppgjör fjarskipta eða Vodafone á Íslandi. Árið var mjög gott. Fjórðungurinn með í rauninni verri EBIT en í fyrra. Þetta sem sagt við vorum með 5 fjórðunga í röð þar sem við vorum að gera betra en síðustu korter og það tókst ekki á þessum fjórðungi á því ýmsar ástæður og við munum fara yfir það hérna á eftir. Það sem kannski gott að taka fram og Hrönn fer yfir þetta betur á eftir að Sendafélagið að koma inn á fjórða fjórðungi. Þannig að það að koma bæði kostnaður og tekjur vegna Sendafélagsins sem að skýra að hluta til samanburðinn við fjórða fjórðung árið áður. Síðan eru kjarasamnings hækkanir kannski stór þáttur, kannski stærsti þátturinn í kostnaðinum fyrir utan Sendafélagið og svo svona ýmsir þættir sem við nefnum í fréttatilkynningunni sem að komu óvænt upp og hafa eða komu upp og hafa áhrif, bæði óvænt og reyndar bara þættir sem við ákváðum að leggja í kostnað til þess að skapa tekjur. Þannig en það sem að við erum auðvitað á markaði sem mjög fjörugur og skemmtilegur og við sum fyrirtæki og maður svona aðeins upplifir það núna út að ég nú sjálfur hagfræðingur og hef ekki verið samt vann tíma í Seðlabankanum en hef ekki fengist við verðbólguspár en það mjög áhugavert að stilla sér sem sagt rekstrarmegin og fá þessar kjarasamningshækkanir svona í fangið í rekstrinum. Þetta auðvitað það sem öll fyrirtæki eru á hvert á sinn hátt að takast á við. Það auðvitað þannig að þú ætlar að halda óbreyttum rekstri. Þetta launakostnaður einn af stærstu kostnaðarliðunum í svona fyrirtækjum og þú hefur í rauninni bara tvær leiðir. Þú hefur það að hækka verð út á markaðinn eða fara í hagræðingu. Við erum eins og ég segja á skemmtilegu markaði og viljum gera vel við okkar viðskiptin líka á allt. Þannig að við erum ekki að sjá kannski mikla möguleika á því að vera eitthvað að hækka verðin á viðskiptinni. Þannig að við erum að fara í hagræðingaraðgerðir núna á fyrsta ársfjórðungi og gerum ráð fyrir að það muni skila okkur á svona svipaðan stað og við höfum verið fyrr á árinu frá öðrum ársfjórðungi 2016. Þannig að og það bara það markmið og við erum búin að teikna þetta allt upp og verðum bara að fara í þetta. En nú ætlar Hrönn svona aðeins að fara yfir reikninginn og útskýra allt saman nánar og svo kem ég aðeins í restina og fer yfir svona aðra hluti hvað við höfum verið að gera og hvaða trend við erum að sjá í restinni. Gjörðu svo vel, Hrönn. Takk Stefán og góðan daginn. Ég ætla að vinda mig bara í reikninginn. Þessi sem hvaða já, ég var ekki alveg bara ekki stættur á réttu stað. Það mikið við bara þetta bara svona. Það ekki. Nei, allt í lagi, ekkert mál. Þetta bara músinni. Ég ætla að fara bara beint yfir í fjórða fjórðung. Og þið sjáu þarna að tekjurnar 3.632.000.000 og hækkun 7% á milli ára og eins og Stefán kom inn á áðan þá hefur Sendafélagið dálítið áhrif á fjórðungi að koma inn í nóvember. Og ef maður tekur tillit til þess svona í prósentuhlutfalli þá eru tekjurnar að aukast tæplega 5% ef við tökum það út. Og kostnaðarverð seldra vara, það er 2.055.000 að fara upp 11% og Sendafélagið líka þarna inni hjá okkur, þannig að við tökum það út úr þeim tölum, þá er kostnaðarverð að fara upp rétt rúmlega 7%. Og það er svona þættir og Stefán kannski búinn að koma aðeins inn á það sem hafa áhrif hjá okkur, en sérstaklega kostnaðarverðin eru eins og þið sjá næstu glæru sem yfir starfsþættin okkar, þá er vörusalan mjög þungi í þessum fjórðungi á milli ára. Og það er tiltölulega lítil framleiða af henni, þannig að það kemur mjög þungt inn í kostnaðarverði hjá okkur. Nú það er líka aðrir þættir eins og til dæmis hefur við verið að vinna upp eða byggja upp sjónvarpsþjónustuna okkar og bak við hann ákveðnir svona efnisveitusamningar
sem eru settir upp á þann máta að það ákveðið gólf í þeim og við þurfum að safna upp ákveðnu fjölda raun og vera svona til þess að nýta þá afurð sem best. Þannig að það alveg að koma svona smá þungt inn á þennan fjórðung hjá okkur upp í kostnaðarverðinu. Nú síðan framleiðin okkar 1577 milljónir og það eru 1.577 milljónir segi ég og þetta 43,4% framleið móti 45,5% í fyrra. En síðan í rekstrakostnaðinum 1.196 milljónir eða upp 8% og þetta náttúrulega töluverð hækkun á milli ára. Mjög stór partur af þessu vegna launa eða sem tengist á kjarasamningum og öðrum launabreitingum sem og tengist líka ákveðnum hlutum í húsnæðismálum sem að þið náttúrulega verður bara örðu þegar gengur hér inn og vorum að ræða fyrir framan. Þannig þetta svona það sem helst að koma inn á fjórðunginn. Að sjálfsögðu náttúrulega alltaf einhverju kostnaðarliðir sem að falla mismunandi til milli fjórðunga. Það alltaf mjög stutt tímabil, 3 mánuðir að horfa á það svona sem eitt og sér þannig að það gerist líka hjá okkur og það stundum að smá flögt á milli ársfjórðunga. Nú EBITDAn 716 milljónir á móti 763 milljónum í fyrra fyrir sama tímabil og dregst saman 47 milljónir og EBIT 381 milljón. Og hrein fjármagnsgjöld 71 og þetta enda þá í hagnaði upp á 249 milljónir á móti 273 í fyrra samdráttur upp á 9%. EBIT hlutfall 19,7 á móti þá 22,4 og eins og ég segi EBIT 10,5%. Nú horfum við á starfsþættin okkar. Þá raun og veru færi að koma frekar neikvætt inn í þetta uppgjör á milli ára. Tekjurnar hjá Íslandi raun og veru hærri heldur en meira frávik heldur sem gefur upp í samtölunni 225. Þannig að það að hafa líka áhrif á okkur. En annars megin þungin og til dæmis í farsímanum þá Ísland með jákvætt frávik. En interneti og sjónvarpið þetta raun og veru allt frávik á Íslandi. Og stórum hluti í vörusölunni, 3/4 vörusölunni sem Íslandi. Nú ársfjórðungsyfirlitið munar náttúrulega EBITDAn 716. Við vorum ekki aftur með besta fjórðunginn eins og við höfum búin að tilkynna síðastliðna 5 fjórðunga. En samt sem áður ári bara koma vel út í heild sinni og svo næstæðasta verkefni okkar eins og við tölum áðan liggur í raun og veru sem tengslu við kjarasamningana og launastarfsmannakostnaði. Nú í sjóðstreymisyfirlitinu handbært fé frá rekstri 476 milljónir. Það að lækka 43% ef við berum sama tímabil í fyrra. Þetta liggur að mestu leyti í rekstrartengdum eignum og skuldum. Eiginlega alfarið þar. Það var á ársfjórðungnum 2014 var að koma inn raun og veru lækkun á viðskiptakröfum sem hefði verið frá tímabilinu á undan og hefði bara svona mikil áhrif á milli ára. Þetta raun og veru sést betur ef maður horfir á árið í heild og þá þetta allt öðruvísi frávik sem liggja þar. Fjárfestingarnar voru þungar á síðasta fjórðungi, við vorum nú búin að ræða það í síðasta uppgjöri, þær yrðu örugglega mjög þungar á síðasta fjórðungnum. Og svo í fjármögnunarhreyfingunum, þar erum við með endurkaupin og svo eitthvað afborgun af lánum líka. Nú ég ætla að vinda mig bara í ársuppgjöri sjálft, heildina, að þá sjáum við að þetta bara heilbrigð frávik. Við erum með selda fyrir þjónustu 13.724 milljónir og 4% breyting á milli ára og það í kostnaðarverðinu sama prósentubreyting eða 4%, 7.290 og framleiðin okkar að fara upp 3% á milli ára, 6.434. Rekstrakostnaðurinn 4.503 og eykst 1%. EBITDA, þetta hæsta EBITDA sem félagi hefur skilað, 3.237 milljónir á móti 3.092 í fyrra, aukningum 5%. Og EBIT 1.931 milljón og fer upp 8% á milli ára. Hrein fjármagnsgjöld lækka og hagnaður tímabils 1.287 milljónir, 1.287 milljónir, fyrir ekki ruglast alltaf þessu, á móti 1.094, 18% aukning á milli ára. Framleiðin okkar 46,9 móti 47,2% árið 2014. EBITDA hærra 23,6% á móti 23,4% og EBIT 14,1% á móti 13,5%. Nú EBITDA hlutfall okkar bara sýnir ykkur aðeins þróun síðustu ára að
við höfum farið vegferðin annað frá 2011, 18,7% og komin í 23,6% árið 2015. Það verið svona stigandi í þessu frá 2011. Og sjóðstreymið, þá séu þarna handbært fé frá rekstri er að aukast 15%. Helmingurinn af þessu fráviki 374 milljónir liggur í meiri hagnaði og annað liggur að mestu leyti í networking capital en einhverju leyti líka í lækkun á fjármagnsgjöldum. Fjárfestingarhreyfingarnir er næstum bara pari miðað við árið á undan 1.547 milljónir og fjármögnunarhreyfingar eru mun hærri 1.389 og það felst aðallega í endurkaupum på 414 milljónir. Við greiddum út arð 219 milljónir og síðan var greitt inn á langtímalán félagsins og sem sagt, það var lækkað á árinu og auka áborgun þar inn. En við sögum frá því líka í gær þegar við sendum út tilkynningu á markað að það var ákveðið að bæta við í endurkaupin 100 milljónum fram að aðalfundi og stjórn félagsins ætla að leggja til við aðalfundi að vera ekki greiddur út arður. Fókusinn á endurkaupin. En breytingu handbæru fé er þarna 83 milljónir og handbært fé í lok tímabils 420 og frjálst fjárflæði þá 1.673 á móti 1.293 eða 29% aukning á milli ára. Nú efnahagsreikningurinn, hann heldur áfram að styrkjast, stendur 58,7% eiginfjárhlutfalli, reyna vaxtamættar skuldir 3.923 milljónir og veltufjárhlutfalli er 1,6 og net debt to EBITDA 1,2. Nú varðandi horfurnar fyrir rekstrarárið 2016 þá ætlum við að gefa út 3,2 til 3,4 milljarðar í EBITDA og eins og Stefán kom inn á áðan að við erum að vinna í þessum þáttum sem er kannski birtast aðeins í fjórða fjórðungi. Það er ákveðna hagræðingar aðgerðir sem við erum að vinna í. Við erum að reikna með að það skili sér meira inn á annan fjórðung, þess að byrja að skila sér þar inn. En þetta er raun og veru horfur sem við gefum út núna og ætlum okkur að standa við. Fjárfestingarhlutfall 10,5% til 11,2% en við reiknum að vera einhversstaðar á þessu bili. En Stefán, þú ætlar að koma upp við það ekki og ræða þetta eins meira? Jú, takk fyrir. Algjörlega, það er kannski þessar horfur endurspegla bara það og við erum sem sagt í beyond budgeting og við sjáum okkur að við geta staðið við þetta með að við það sem við erum búin að vera að vinna að. Fjárfestingarhlutfallið var náttúrulega 10,5 til 11,5. Við ákváðum að taka það niður 0,3%. Við erum búin að segja að sameinustu við Nóa skili 0,3%. Það fannst bara eðlilegt að taka fjárfestingarhlutfallið niður og við gerum ráð fyrir að fjárfestingar verði 11% á árinu en það eru sérstaklega í rauninni kannski helsti óvissufaktorinn í fjárfestingum er endabúnaður til viðskiptina. Þið heyrðu þetta kannski þegar Sími var að fara að marka að það er í rauninni, það er bara ef þú selur fleiri viðskiptunum þá þarf þetta endurnýja endurbúnaður. Annað myndi ég segja sé bara svona svolítið eins og bara IT-verkefni. Þetta er bara mörg lítil verkefni sem þú stjórnar nokkuð vel. Þannig að við sjáum þetta vera svona 11% en ég ætla að fá hann Kjartan Brím aðeins til að fara yfir svona, opna aðeins á svona allavega það sem við erum að fjárfesta í. Við erum alhliða fjarskiptafyrirtæki og þetta eru fleiri en fókusin á fjárfestingar okkar finnst mér ofboðslega mikið vera í kringum farsímann. Það eru þetta ekki þannig, þetta er miklu fleiri þættir sem eru á bak við þessar fjárfestingar og hann gefur ykkur smá hugmynd það. Við erum mjög fókusir á að stýra efnahagsreikningnum og í rauninni stýra þessum fjárfestingum til þess að styðja rekstur félagsins. Þetta eru allar fjárfestingar sem við erum að fara í, eitthvað er bara rekstrartengdar fjárfestingar, en allar fjárfestingar tengjast annarkvort í að bæta samkeppnisstöðu eða ná meiri hagræðingu eða lækka kostnað. Og þið sjáu það alveg og Kjartan setur það í samhengi fyrir ykkur, veistu ég á eftir.
En hafandi sagt það, þá erum við líka svona að horfa dálítið til hérna raunhagnaðar. Það ofboðslega EBITDA-fókus í félögum. Það er mjög relevant fyrir félag eins og Fjarskipti að horfa til raunhagnaðar, þar sem við erum að horfa að horfa ekki bara til EBITDA-nar, heldur líka hvernig við erum að í rauninni nýta eignirnar í okkar rekstri og í rauninni raunhagnaðar eins og við vitið bara það í rauninni umfram virði sem við erum að skila hlutum okkar. Það er mjög skemmtilegt auðvitað getur fólk deilt hvaða vakka að nota á svona félag eins og Fjarskiptum. Við auðvitað og þetta nú konservatífir endurskoðendur okkar sem að nota þetta 10,3% vakka á Fjarskipti og þannig að við ákveðum bara að henda því inn. Trendið er það sama hvaða vakk sem þú setur inn að við erum að bæta okkur með tillit til raunhagnaðar og ég hveti ykkur bara til þess að bera okkur saman við önnur fyrirtæki á markaði á þennan mælikvarða. Ég held að það geti verið áhugaverður samanburður ef þið hafi ekki þegar gert það. En kannski bara til þess að leggja áherslu og auðvitað til þess að ná góðri efu þá þarf það til dæmis að nýta fjárfestinguna gríðarlega vel og velja vel hvað þú eyðir peningunum í til þess að ná samkeppnisstöðu og kostnaði. Kjartan ætlar að koma inn aðeins, segja ykkur frá hvað er svona í plönunum í fjárfestingum á næsta ári og segja ykkur aðeins frá Sendafélaginu vegna þess að árið 2016 er ekki að koma mikið hluti af þessari hagræðingu árið 2016, við erum að sjá hann fremur koma inn 2017 en best að leyfa Kjartan bara aðeins yfir máli. Ég ætla góðan daginn, ég ætla bara svona fara yfir stærstu verkefni. Það er auðvitað bara fjölmargir hlutir sem við erum að gera varðandi fjárfestingarnar og eins og Stefán sagði áðan, þetta er mikið svona rekstrartengt til að endurnýja búnað, viðhalda kerfum og líka að vinna í tekjuskapandi hlutum og ef við tökum kannski svona það sem er svona stærst svona framundan hjá okkur, þá erum við samhliða gangsetningu á Sendafélaginu. Það tók til starfa 1. nóvember í fyrra. Þá erum við að endurnýja sendana og leið að ná þessari hagræðingu. Og ég fer aðeins betri yfir það á eftir. Og þetta snýst auðvitað þetta verkefni fyrst og fremst hagræðingu þetta Sendafélag. Og leið þá vill svo til að tæknin er að hjálpa okkur til þess að geta veitt betri þjónustu með. Síðan eru bara áframhaldandi fjárfestingar á sviði sjónvarpskerfa til að styðja við tekjuvöxtinn sem er þar og bara þessa fjölbreytni sem við erum að bæta í þar. Nú, það er annað stórt verkefni í raun á fastlínu sviðinu sem er hagræðingarverkefni. Það snýst að lækka kostnað hjá okkur og við erum að leið að innleiða nýja tækni, fara mun meira út í svona voice over IP í staðinn fyrir gamla POTS síma og það skilar sér á endanum líka í bættum rekstri. Stefán kom inn á áðan líka með endabúnað til viðskiptavina. Þetta er auðvitað, það gengur mjög vel að selja heimasíma og sjónvarp eða internet og sjónvarp, þá erum við að fjárfesta meira í búnaði fyrir viðskiptavini og það er þá bara mjög gott. Nokkur önnur verkefni sem er í gangi, það er einn af okkar styrkleikum er að mínu áliti okkar svona flutningskerfi. Við erum með mjög sterkt burðarnet sem ber uppi alla þjónustuna okkar og við erum í langtímaverkefni núna, bæði byrjuðum á síðasta ári og líka á þessu ári og næsta ári í að styrkja okkar svona kjarnahluta í þessu kerfi og þetta er mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. Og síðan höldum við náttúrulega áfram með 4G uppbygginguna bara á völdum stöðum. Fókusinn í farsímanum er samt á Sendafélagið og þessa hagræðingu sem við erum með þar. Þá er það bara
velja takka hérna. Þetta virkar. Aðeins sendafélagið. Frá því að það byrjaði þá búið að vera í gangi svona undirbúningsverkefni. Það í raun svona hönnunarverkefni að talsverðu leyti sem að snýra því að fækka sendastöðunum. Bara svona, og það það sem við erum að gera. Við erum að fækka stöðunum þar sem við erum með senda. En við erum eiginlega leið að fjölga því sem við sendum út af 2G, 3G og 4G, skiljið. Þannig að hagræðingin í sjálfu sér mjög einföld. Við erum bara að hætta að leigja aðstöðu á fullt af stöðum og þetta næst á mjög einfaldan hátt, þessi hagræðing, en það tekur tíma, þú veist, við erum með leigusamninga með uppsagnarfresti og svona og þetta tekur svolítið tíma að vinna úr þessu og verkefnið er nokkuð stórt, þannig að þetta mun taka tíma. Svo við sjáum hérna, við erum búin að, og ég er með aðra mynd hér af því, við erum búin að vera að vinna, fókusir á höfuðborgarsvæðið og þar höfum við skiptið upp í 9 fasa og það er búið að samþykkja fyrstu 5 fasana sem er svona Reykjavík sjálft aðalega og hérna erum við að fækka sendastöðunum sem við leigum cirka 1/3 og hérna þetta hefur auðvitað verulega áhrif á reksturinn til hagræðingar og þið sjáu þessa punkta hérna, í raun og veru það sem við ert með svona rauðan lítinn debil, þar erum við að hætta, þar erum við að segja upp leigusamningi og grænu staðirnir er það sem að við verðum áfram með senda og sumstaðar hafa verið 2 leigusamningar og við erum að hætta með annan. Við erum að fækka það er í raun nýja tæknin sem að gera þetta verkum að við getum sendt út 2G, 3G og 4G í sama sendinum og þá þurfum við ekki lengur 2 senda, þá þurfum við bara 1 send. Þetta er svona í grunninn svona lykillinn að hagræðingunni í sinni einföldustu mynd í sendafélaginu. En það sem að gerist líka er að við förum að nýta mun betur 4G búnaðinn hjá hvor öðrum og þannig bætum við leið þjónustuna fyrir viðskiptavini. Þá er þetta bara komið mér. Glæsilegt, þið getið spurt Kjartan að spjörunúmer hérna á eftir og okkur hinn ef að einhverjar spurningar vakna. En það er ágætt að gefa smá við viljum gjarnan að þið skiljið af hverju við erum með þessar fjárfestingar. Þetta er grunnurinn að samkeppnishæfni og rekstri fyrirtækisins. Aðeins, við erum auðvitað búin að vera mikið að fókusera á og sem í rauninni hjálpar okkur núna þegar við erum að fara í hagræðingu er að við erum búin að vera að fókusera mikið á gæðamál, bara framleiðni innan fyrirtækisins, hagkvæmni innan fyrirtækisins og þetta er sem sagt mjög skemmtilegu mælikvarði sem við höfum verið að vinna að síðustu svona 2 árin. Þetta er í rauninni kennitalan þróun símtali þjónustuver. Það er einfaldlega þannig að fólk hringir ekki í þjónustuver fjarskiptafyrirtækja til þess að hrósa góðri þjónustu. Það er yfirleitt eitthvað vandamál í gangi og við höfum svona verið í rauninni að láta allt fyrirtækið reyna að fækka þessum símtölum og náð miklum árangri og við erum að sjá þetta sem sagt í bættum þjónustuskorum á okkar viðskiptavini og við erum að ná að sinna betur viðskiptavinum, ná betur utanum það sem við erum að gera og þetta endurspeglar ágætlega mjög margt sem er búið að vera að gerast. Við erum búin að vera með fjölmargra fleiri kennitölur en þetta hjálpar klárlega til þegar til þess að halda áfram að ná árangri á kostnaðarhliðinni. Eitt sem ég langaði líka að fjallum sem er reyndar að öðrum toga, það var mikil umræða það þegar að Netflix kom
sem sagt formlega til landsins. Þetta Netflix löngu komið í og mjög margir, sennilega 25.000 verið með Netflix áður en að Netflix tilkynnti að verið komnir til Íslands. Og umræðan fannst okkur svolítið vera, þetta svolítið sko, í umræðinni verða fjarskiptafyrirtækin sem bjóða sjónvarpsþjónustu bara svona að einhverju legacy og þetta bara alltaf að fara að deyja og fólk bara að fara að nota Netflix og það lausn allra heildarlausn fyrir afþreyingu heimila. Ég ætlaði bara svona aðeins að sýna ykkur og gefa ykkur innsýn, ég veit ekki hvað mikið þið hugsið þetta þegar, en Vodafone þetta mjög stórt á sjónvarpsmarkaði á Íslandi, þannig að ég ætlaði svona aðeins að sýna ykkur hvaða áhrif þetta hefur haft. Í fyrsta lagi það sem gleymist náttúrulega að fólk þarf að borga fyrir gagnamagni sem það notar á OTT-þjónustu Netflix. Og Netflix náttúrulega mesti drifkraftur aukningar gagnamagns, kannski af svona YouTube í heiminum og auðvitað það á Íslandi líka. Og við erum klárlega að sjá þetta frá janúar 2014, bara setjum töluna þar í 100%. En við erum að sjá í rauninni og sérstaklega á seinni part ársins og áhugavert, ég leyfði janúar að fylgja þetta með út af Netflix kom í janúar að við sjáum sterkt við sjáum að aukningin DS14, Jan 14 sem hér miklu minni, hér dálítið skörp aukning og það ekkit ólíklegt að þetta sé þetta sé svona einhver Netflix áhrif í gagnamagni, það fleiri fengið sér og verið að prófa heima á snjalltækjunum að horfa á sjónvarpið. Ef við skoðum bara sömu í rauninni tölur fyrir okkar í rauninni, við erum með þetta box á heimilum fólks sem fólk að gera ýmislegt í gegnum og ef við skoðum leiguna okkar, þá þetta eru leigur í leigun okkar, bara 10 volt leigur og þá erum við í rauninni að sjá, við stilltum þessu bara þannig upp að desember og janúar sett í 100%, við sjáum það desember 2013, desember 2014 smá lækkun en aftur hækkun í janúar, miðað við janúar, þetta alltaf miðað við samsvarandi mánuð á síðasta ári, en þið sjáum að desember og janúar rauninni mjög sterkir mánuðir og janúar í rauninni alveg ótrúlega sterkur en þetta mánuðin sem Netflix kom. Þannig að við erum ekki farin að sjá nein áhrif á okkar þjónustu og ég reyndar held að Netflix bara góð viðbót, klárlega það eru 24 tímar í sólarhringnum þannig að fólk horfir ekki á allt þetta en verðpunkturinn líka frekar lágur þannig að þetta passar bara svona vel með einhverju heildarmynstri fjölskyldunar og við okkar vörur eru teljum við á bara góðu verði og teljum að samkeppnisstaða okkar á þessum markaði sé ágætt. Sem kemur okkur kannski að næstu glæru og við erum gríðarlega ánægð með viðtökurnar við Play. Þetta auðvitað svona partur á okkar stefnu að breikka þjónustuframboði til viðskiptavina, bæði á einstaklings- og fyrirtækjahliðinni og þarna sjáum við gott dæmi það á einstaklingsliðinni þar sem við erum að koma í rauninni með nýja smásöluvöru á sviði sjónvarps og þið sjáum það að í rauninni meðalvöxtur í mánuð búinn að vera 12,3% og við erum ekki að sjá svona vöxt í öllum vörunum okkar klárlega ekki og við erum að koma inn og þið sjáum að það góður vöxtur í janúar líka einmitt, þarna mánuðin sem að við fáum formlega þessari erlendu samkeppni og við erum bara mjög ánægð með þessa þróun og það hefur rauninni ekki verið mánuður sem að það hefur komið einhver lækkun tilbaka. Þannig að og við erum bara bjartsýn fyrir árið 2016 og við náum að þróa þetta áfram þrátt fyrir mikla samkeppni á þessum sjónvarpsmarkaði. Við teljum að við séum með ákveðna nissu og ákveðna blöndu í þessu sem alveg bara strategísk ákveðin sem góð. Þetta ekki dýrvara og og viðskiptavinir okkar greinilega kunna að meta þetta. Talandi stefnu okkar, þá náttúrulega þetta annað dæmi stefnu okkar, dökkna allt inn í herbygginu, það út af rauða bakgrunninum, en við erum bara komin í gang, við erum orðin Microsoft partner við sölu á Office 365 og nú þetta bara orðin partur af okkar þjónustuframboði
smára og millistóra fyrirtækja sérstaklega og þá það bara þannig að við erum að fara að bjóða svona meiri heildapakka til fyrirtækja, það að segja bara og við getum ímyndað okkar lítið fyrirtæki, þá koma við bara til Vodafone og fá fjarskiptin, GSM síma, internet, fastlínu og Office pakkan og þetta bara að fara vel að stað og bara mjög spennandi fyrir verkefnið. Þannig erum við eins og ég hef sagt áður á þessum fundum, við erum að byggja á alþjóðlegu prógrami með Vodafone Group, þar sem að Vodafone búin að innleiða náttúrulega gríðarlega stórt í sölu á Office 365 á heimsvísu og ég held að þessi annar stærsti syndication partner Microsoft í heiminum og komu bara og studdu innleiðinguna og það mjög mikill styrkleiki að geta bara fengið svona pakka frá fyrirtæki sem kann þetta fyrir svona fyrirtæki eins og okkar vegna þess að mér fannst þetta nú ekki alveg einfaldasta verkefni þegar ég byrjaði hvernig við ættum að taka þátt í IT en það sem sagt þetta mjög gott dæmi það og ég tel að það sé alveg fleiri möguleikar á því að selja staðlaðar lausnir til viðskiptavina með fjarskipturum á fyrirtækjaliðinni sem auðvitað okkur þykir mjög spennandi. En þetta var svona það sem að okkur langaði að deila með ykkur í dag, en ef það einhverjar spurningar þá væri gaman að heyra. Já, gjör svo vel. Já, við erum auðvitað náttúrulega, við erum auðvitað í líka sko þessum plönum eins og en auðvitað þýðir þetta bæði, þetta þýðir kostnaður og stöðugildi, það bara þannig og við auðvitað sem sagt reynum eins og fyrirtæki gera alltaf að taka þetta á starfsmannaveltu og svo framvegis og hagræða og færa til og svo verðum við auðvitað að fara bara í alla kostnaðarli eins og höfum verið að gera. Við erum þó að segja að á öðrum fjórðungi séum við farin að sjá í það minnsta bara svipaðan takt í rekstrinum og við erum auðvitað stefna bara á svipaðar marginur og við höfum verið með á fyrri fjórðungum ársins. Þannig að það algjörlega skýrt markmið en sko nákvæmlega hvernig þetta skiptist milli hluta erum við ekki tilbúin með í dag. En þú sér það sko ef þú tækir fjórðung og segir bara já ok, þetta að fara að vera takturinn í fjarskiptum, þá værum við auðvitað ekkert að gefa út þessar horfur í dag sem 3200 til 3400. Það alveg ljóst. Þannig að við erum í rauninni að segja ok, það meiri kostar við ætlum að taka á honum og við ætlum að skila árinu í svipuðum takti og við höfum verið að tala við. Það það sem við erum að segja og þá auðvitað þegar við erum búin að segja á svona fundi, þá erum við að standa við það og mér finnst að það bara þannig. Varðandi sendafélagið, þá þetta í rauninni sko EBITDA, það bara nett 0 sko. Þetta bara kostnaður og gjöld, þetta bara kostnaður og gjöld sem að hækka. Og þannig að þetta ekki að hafa neikvæð áhrif per se nema kannski búið einhverjar nokkra milljónir í kostnaði við að gera hlutina. Þetta þetta miklu resursar sem fara í svona mál að klára það sem var hluta til gert á fjórðungnum. En þetta hins vegar ekki að hafa neikvæð áhrif. En það eins og Kjartan í útskýri, það þú veist, þegar þú ert búin að segja upp sendastaðnum, og það runnin út leigan og þú ert búin að kötta rafmagnið út og þú veist, alla kostnað þætti við sendastaðinn,
þá kemur hagræðingin inn. Og það delayið í, og við svo sem vorum alltaf mjög skýr á því að við sögðum 23 ár, ég held við séum svo sem, ef við segjum ef þetta kemur inn í 2017 sem og það sem gott við þetta að þetta er frekar sko rekstrarlega frekar straight forward. Það er ekkert flókið við þetta er bara physical staður, rafmagn og það sem þarf í dag, og við erum bara að segja því upp hægt að borga. Þannig að maður er svo sem ekkert að maður hefur ekki miklar áhyggjur að þetta verkefni takist ekki en það er bara sko, það er auðvitað bara þannig í rekstri og við vitum alveg hvernig samkeppnin sko tekjumegin og við erum kannski svolítið sko fjarskiptabransin er bara mjög skemmtilegu bransi að þessu leiti að það er mikið að gerast tekjumegin þá er þetta svolítið svona gjaldamegin sem við þurfum að fókusera þegar að einhverjir svona nýjir kostnaðar þetta komi inn sem getur auðvitað alltaf gerst í rekstri. Og ég meina það er bara verkefnið og við bara höldum áfram því. Einhverja fleiri spurningar? Já. Sko við auðvitað bara fylgjumst vel með og minna í raun og veru ekki mjög langt síðan þessar breytingar komu og við erum stöðugt að þróa okkar vörur. Það mun klárlega koma samkeppnisleg svör frá okkur við sko því sem að gerast á einstaklingsmarkaði. Það er alveg á hreinu. Við teljum hins vegar bara okkur alveg ágætlega í stakk búin með okkar svona setup að fara í það. Það er mismunandi nálgun aðila á markaðin. Við erum til dæmis að bjóða höfum verið að bjóða mjög svona hagstæða nálgun fyrir það sem við köllum accounta en ekki user. Þannig að við horfum svolítið á fjölskylduna en ekki einstaklingin í því og það sem við erum mikið að sjá eru einstaklingstilboð. Það er, fyrir þig er það þetta á meðan okkar nálgun hefur verið meira að taka utan sko heildarpakkan og svo framvegis. Og við munum bara svara þessu á markaði á okkar hátt. Það er hins vegar, eins og ég segi, horfurnar ekki setta bara fram, þær eru settar fram eftir bara ítarlegt ferli og við förum í beyond budgeting og við ræðum tekjuhliðina og kostnaðarhliðina og svo framvegis. Þetta eru þær horfur sem við teljum á þessum tímapunkti við geta staðið við bæði með tillit til kostnaðar og tekna og tillit til þess sem að gerast á markaði. Þannig að þetta eins og við sjáum það núna og það að teknu tilliti til þess að standi í harðri samkeppni á tekjuhliðinni. Þannig að sko horfurnar, EBITDA-horfurnar, í þeim í rauninni ákveðin guidance það hvað við teljum okkur geta sem ekki bara eitthvað sem við settum inn í kynningunni í gær heldur actually byggt á beyond budgeting ferðin okkar sem allir forstöðumenn og framkvæmdastjórar taka þátt í bæði kostnaðarmenn og tekjumenn. Einhverjar fleiri spurningar? Já. Sko við erum bara má eiginlega segja að við séum í svona ferli að skoða framtíðina og og við svo sem kannski útilokum ekkert í því. Við höfum verið að skoða aðra kosti og svo höfum við líka verið að ræða möguleika að vera hér áfram. Það er hins vegar ljóst að þetta var mjög óheppilegt eins og reynda fleiri fyrirtæki hafa verið að lenda í varðandi mikluna sem kom í fjölmiðlum og
og auðvitað mikið rask að þurfa að flytja heilt fyrirtæki á Þorláksmessu á nýjan stað sem gekk nú alveg ótrúlega vel. En sko, auðvitað fullt af fyrirtækjum sem vinna á nokkrum stöðum og við höfum í rauninni bara verið ákveðnum forréttindi fyrir okkur að geta verið með svona stóran hluta starfsemi á einum stað. Við finnum alveg vel fyrir því að vera á 2 stöðum. Það má alveg segja sölu og þjónustu sviði í Ármúla í gamla MD-húsinu og svona restin hér. Við erum við svona á næstu sko 4 til 6 vikum þá viljum við fá clarity í þessi húsnæðismál okkar. Og bara en þið sjáið það verið að taka allt í gegn, ef þið kíkið í gegnum plastir, það verið að taka allt í gegn í loftunum og það sem sagt verið að vinna á þessum leka sem að olli þessu öllu og hreinsa þetta allt upp og svo framvegis. Þannig að á meðan við ákveðum ekki annað þá væri planið að vera áfram í Skútuvogi. Það eru fleiri spurningar? Það er gaman að loksins koma með spurningar. Fundum með spurningum. Já. Já. Sko Færeyjar í rauninni neikvæður contributor inn í EBITDA milli ára núna, þetta svona 10 milljónir, sem lækkun frá þriðja fjórðungi. Þannig að þau hafa líka verið að taka á kostnaðarhliðinni sín megin. Þetta var auðvitað tekið sem að þau lentu í og við bara höldum, Færeyjar eru bara partur af þessu plani okkar. Við höldum bara áfram að þetta bara svolítið grúppan sem að fara að leita allra leiða og við höldum bara áfram þar. Það mikið svona af tækni hliðinni rekið frá Íslandi fyrir Færeyjar, þannig að við erum í svona skala business, þannig að við höfum að ná ákveðinni hagkvæmni á því með þessa einingu og hún skilar okkur hagsauka og svo framvegis. 2 aðilar á þessu markaði og annar aðilinn sem svo gamla í rauninni ennþá í eigu ríkisins ákvað að lækka verð mjög mikið sem kannski, ég held að myndi ekki standast íslensk samkeppnislög en gerir það ennþá í Færeyjum og við erum bara svolítið svona að vinna úr Færeyjum og vonum að við náum að snúa því svona á árinu yfir í að það sé að skila jákvæðu, en það klárlega hefur þurft að taka á málum þar því svona sem gerðist á markaðnum á þriðja fjórðungi. Meira spurning, já? Já. Nei. Já, sko það hefur svona verið stefnan að skila sem sagt hluthöfum eða svona nota endurkaupin fremur en arðgreiðsluna til að skila verðmætum til hluthafa. Það hefur svona verið og sko kannski við höfum þetta hitt svona eigendur reglulega og markaðinn og við spurjum iðulega þessu og við erum með tilnefningarnefnd sem líka fer hringinn og spyr og okkur heyrist sko svona eigendur okkar og aðilar markaðarins, við höfum aldrei fengið nei, við viljum fremur fá arðgreiðslu eða við viljum fá góða blöndu endurkaup og arðgreiðslu. Þannig að við höfum bara svona skilið það svolítið skilaboðin að fólk sé sátt við það að nota þessa leið eins mikið og við getum. Þess vegna til þess að svona fullnýta 40% núna, þá förum við í svona litla endurkaupaáætlun og svona hafandi sagt það, þá náttúrulega líkur á því að við höldum því áfram nema einhver standi upp og segi nei, ég tel að betra að nýta arðgreiðslu til þess að koma sem sagt til hluthafa. Þannig að þetta svolítið, við erum bara að reyna að hlusta á eigendur og þá sem að stýra peningum fyrir eigendur og höfum svona, þetta hefur verið okkar niðurstaða.
Þetta ekki að flækja það. Einhverjar fleiri spurningar? Ef ekki þá þakka ykkur kærlega fyrir og við sjáumst hérna næst eftir nokkra mánuði. Takk.